Borgarafundur á Siglufirði með 15 bæjarbúa lét í sér heyra. Og hvernig sárnar mönnum í Framsóknarflokknum? Sárnar bara í 10 daga og svo allt gott á eftir. Eigið ykkur meður við þessu sem hægt að gefa í skeiðum? Og ef svo þetta hægt að fá þetta þá í apótekinu. Ég hefði haldið að ég ætti að gefa Sjálfstæðisflokknum eins og 2 skeiðar af þessu. Það ríkti töluverð eftirvænting í Hæstarétti í dag þegar dómurinn var felldur, enda lítur Öryrkjabandalagið á þetta mál sem prófmál. Niðurstaðan í þessu máli var að ekki hefði verið heimilt að skerða bæturnar afturvirkt og konu var dæmt 500.000 í bætur. Þeir lögðu heiðursina veði, þeir lögðu allt undir, þeir töpuðu. Hvar á byggðu bóli í lýðræðisríkjum þekkist það að ríkisstjórn sé ítrekkað flengd af Hæstarétti fyrir að ganga á rétt öryrkja? Hæstiréttur sendir þessar fullyrðingar öfugar hún í kokið á háttvirtum þingmanni og það von að það stíflaði svolítið það sem upp hún alltaf að koma hér í ræðustólnum. Hér kemur hæstvirtur forsætisráðherra með stjórnarskrárbrotin á bakinu og talar eins og að ríkisstjórnin hafi stemt stjórnarandstöðunni fyrir Hæstarétt og unnið málið. Þannig var talað hér áðan. Þetta heitir hæstvirtur forsætisráðherra kunni ekki að skamma sín. Á þinginu var samþykkt frumvarp tvöföldun grunnlífeyris yngstu öryrkjana samkvæmt loforði sem öryrkjum var gefið vorið. Þetta kostaði milljarð en öryrkjar töldu að 0,5 milljarð vantaði upp á. Ég get ekki verið meðvirkur lengur í því að Framsóknarflokkur vilji vel og síðan sé það alltaf einhver vondur Sjálfstæðisflokkur sem að stöðvar alltaf góða sem að hann vildi gert hafa. Já, mér finnst það alveg djöfurlegt, satt að segja, að vera hengdur upp sem svikari þegar ég búið að landa þessu mesta hagsmunamáli öryrkja í áraraðir. Ég held að það sé komin til tími á það að ríkisstjórnin fara að endurskoða hvað það þýðir að orð skuli standa.